Reykjavík síðdegis. Klukkan vantar 27 mínútur í 5. Í öllum bakslaganginum í fjármálum eftir hrun hefur nú ýmislegt borið á góma sem að ekki ætlast til þess að sé tala mikið Það að segja gegnsæi í stjórnsýslunni er ekki eins og lagt var upp með þar sem að núverandi stjórnvöld hétu því upphafið sinna vegferðar að upplýsa almenningum stórt og smátt í stjórnkerfinu. Nú jæja, það kann kannski að vera svo að einhver tíman til þess að skaða ekki einhverja hagsmuni þurfi tíma, stund að við segjum bara halda kjafti yfir því sem að máli skiptir á hvað hlutirnir kosta til dæmis. Og nú nýverið var gengið frá viðskiptum all stórum hlýtur að vera milli Íslandsbanka og Byr. En Íslandsbanki keypti Byr eins og fréttir sögðu af og fjármálaráðuneytið eða Steingrímur vildi ekki svara því hvað pakkinn kostaði. En við erum með mann á línunni sem heitir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins. Þú veist hvað pakkinn kostaði? Já, við höfum náttúrulega ekki enn fengið að heyra það opinberlega frá fjármálaráðherra en sagan fyrir vikið gengur að þetta hafi kostað 15 milljarða og ekki verið hægt að staðfesta það en það virðist þó allavega ljóst að ríkið hafi ekki fengið tilbaka allt sem það lagði í bankann fyrir sín 15%. Og ef að þessi upphæð er rétt, sem að nú haldið fram að 15 milljarðar, þá verður fróðlegt að vita hvað kom í hlut ríkisins og hvers vegna nær það ekki sínum fjármagni tilbaka. En aðal áhyggefnið í þessu öllu að menn hafa lýst því yfir, og það svo sem opinbert að ástæðan fyrir því að Íslandsbanki getur keypt Byr á því verði sem hann kaupir það á, sé svo að eigin fjárhlutfall bankans hafi styrkt svo mikið á undanförnu að hann geti tekið þessa 130 milljarðar sem í innlánum í Byr, tekið þá yfir og haldið samt svo sterku eigin fjárhlutfalli, þurfi ekkert að leggja nýtt hlutafé. En ástæðan fyrir því að Íslandsbanki búin að vera að styrkja eigin fyrir sitt svona mikið svo að þeir eru búin að vera að færa upp matið á lánasafninu. Og þetta nú eitthvað sem hefur mikið verið rætt undanfarin ár, hvernig lánin heimila og fyrirtækja voru færði yfir í nýju bankana með verulegum afslætti sem að við töldum að ætti að vera löngu búið að færa að miklu leyti áfram til þeirra sem að skulda. En í þessi staði þá hefur verið að láta almenning fjármagna endurskipulagningu bankakerfisins. Og þetta held ég sé mjög óheppilegt auðvitað fyrir þau heimili og fyrirtæki sem að þurfa að halda áfram að borga allt upp í topp þessar stökkbreyttu kröfur, en líka fyrir efnahagslífið í heild vegna þess að á meðan að skuldamálin ekki endurskipulögð að þá ríkir hér áfram þessi stöðnun sem búin að vera í 2-3 ár. Hvað þýðir það þegar þú hækka hlutfall eigin hlutar eða eigin fjár í safninu öllu segiru, hvað í raun og veru þýðir það? Er það jafnaðarmerki með þess og aukina byrða á herðar þeirra sem skulda? Já, það má segja það. Það má segja að menn því sem gefið til kynna að menn meti lánasöfnin, útlánin meira heldur en þeir ætluðu í upphafi og ætli með öðrum orðum að innheimta meira heldur en gert var ráð fyrir að innheimtist í byrjun. Bankin semst að færa upp matið á eignum sínum og eignirnar eru þessi útlán til fyrirtækjum almennings og þeir ætlaðu semst að ná meiru inn heldur en gert var ráð fyrir að innheimtist í byrjun. Og ég held að þetta sé bara enn ein áminningin það að það þurfi samræmdar skýrar aðgerðir, almennar aðgerðir til þess að laga þessi lánamál. Og það sérkennilega við þetta á sínum tíma var að þá voru bankarnir í rauninni tilbúin að ganga heldur lengra heldur en ríkisstjórnin fór fram á. Og við höfum síðan séð menn svona smátt og smátt færi sig upp á skaftið, Landsbankann til dæmis. Daginn þá var hann nú sakaður það að hafa rofið einhvers konar samstöðu með því að skrifa meira. En það einmitt það þarf bara að ná samstöðum það yfir línuna að leiðrétta lán
og ég held meira að segja að sumir kröfuhafarnir væri alveg tilbúinir að sætta sig við það ef þeir sjá það sem almenn aðgerð líði því að koma efnahagslífinu af stað. Ég fekk fund með fulltrúum eins af stærstu kröfuhöfunum á íslensku bankana fyrir nokkuð dögum og sagði að hans banki væri með langtímahagsmuni á Íslandi og væri orðin mjög langaður eftir því að menn færi að klára skuldaleiðréttingu. Ég sagði að gerist grein fyrir því að menn myndu þurfa að afskrifa eitthvað, en aðalatriðið væri að fara að klára þetta til að eyða óvissunni. Hins vegar veit ég ekki hvort samur upp á teningnum hjá þessum vogunarsjóðum til dæmis sem hafa verið að kaupa í bönkunum. Og þá komum við aftur að þessu vanda með upplýsingaskortin. Við vitum í rauninni ekki við hverjir eiga bankana. Nei, en þú ert búin að hitta einn af eigandum? Já, og kom mér satt að segja bara nokkuð skemmtilega óvart að heyra allavega í orðið, þá segjast þeir vera með langtímahagsmun á Íslandi og gera sig grein fyrir því að það þurfi hér afskriftir. Og það er nefnilega málið. Ef okkur tekst að endurskipuleggja skuldamálin, einfalda skattkerfið, koma af stað þessari áætlun Landsvirkjunar umhverfisanna orkusköpun og náttúrulega þurfum við að fást í gjaldeyrishöftin, en ef við getum afgreitt þetta, þá eru allar forsendur hér til þess að hlutin fari strax á hreyfingu. Hvað hefði þú sem myndur gert í þessum efnum viðskipti Íslandsbanka eða kaup á byr? Hefur þú sem hlutað eigandi því sagt við ekki efna á því? Áttu við fyrir að hafa ríkisins? Ég er að segja án þess að hækka hlutfall eigin fjár. Já. Þá var augljóst að Íslandsbanki hafði ekki efna á því að kaupa byr. Já, sko, ef að bankin hefði skulum segja haldið sig við þær niðurfærslu sem hann gert ráð fyrir í byrjun þegar lánum voru flutt yfir. Já. Ég skal ekki segja hvort þeir hefðu þó ekki talið forsendur fyrir þessu. Ég reyndar nú grunum að þetta snúist að miklu leyti að þeir ætlaði að hagræða og væntanlega þá felur það í sér einhverja fækkun útibú og svo framvegis. Þannig að ég ger nú ráð fyrir að þeir hefðu vel getað þetta án burtið frá þessari uppfærslu á eignasafninu. En þetta þá hefur kannski þau áhrif að það verður ekki að þessum hugmyndum sem hann hafa rætt sameiningu Arion og Íslandsbanka. Það er kannski ólíklegt að samkeppniseftirlitið heimili það eftir að Íslandsbanki yfirtekur byr. Nei. Já, áfram borgarpúpullinn. En heyrðu, má ég biðja móskalag? Já. Nýja ABBA-lagið. Eða svo gott sem nýtt ABBA-lag. Já. Allir hafa gaman ABBA, er það ekki? Jú, ég held það. Og lítið heyrst frá þeim í einhver 30 ár, þangað til í fyrra eða hitt í fyrra. Já. Þá komuð þeir Björn og Benni með nýtt lag. Já. En það var gefið út á safndiski með annars konar lögum, þannig að það náði ekki þeirri spilun sem það verðskuldaði eða þeirri athygli. Já. En þetta er eins og gott ABBA-lag, heitir held ég Story of a Heart, skráða á Benny Andersson band, Benny Andersson orkest. Ertu með það? Já, sjálfsögðu. Já, bara ég er búin að finna það, bara Dave hendi nú hann í tunnuna og dróði þetta. Kemur fólk í gott skap eftir bankaumræðuna. Takk fyrir þetta, Sigmundur. Takk. Must have been him, just a glimpse of a face in the crowd. That's all it takes. My heart is racing. I stand in a trance as I stare at the back of a bus, knowing there's no use denying. I can't stop thinking about us. The story of our heart, the story all of it mine. And you took it from me every glorious night. I was safe and warm and now I'm out in the cold. And I know I shouldn't have told my story. Story of our heart, I laid myself open wide. Yet to read the pages where the ink had dried.
sadness took the place of despair. In a way you'll stay with me till death do us part, like a shadow